Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Það eru stórir hlutir að gerast í Sörla og það eru formannsskipti í félaginu, fráfarandi formaður, hann Magnús, og afmælis Páll eins og það var kallaður hérna inni. Velkomin til starfa. Já, þakka þér fyrir. Og þakka þér fyrir góða gagli störðu það almenning, segir maður. Já, takk. Hvernig hérna fráfarandi formaður, svona kannski fyrir það fyrsta, ég er búin að heyra það kvissað út að þú sett að flytja landibrót. Nei. Það er vel maður gert. En þú ert að fara eitthvað, ekki? Nei, ég ætla að prófa að kenna einn vetur fyrir norðan og en það var svo sem alltaf vita ég ætla að hætta með Sörla, ég er búin að vera í stjórn Sörla í mörg ár og það var bara komið að þeim tímabúti að ég ætla að hætta og taka mér smá frí. Ert þú harðfirðingur? Já, gablari húðar. Hvernig er að vera í hestamannafélaginu Sörla svona, og starfa fyrir félagið svona í stuttum máli? Já, gott að starfa fyrir Sörla, þetta er gott félag og öflugur kjarni og líka bara frábært að vera hérna og frábært umhverfi og fjallarhringurinn gefur þessu skemmtilegt yfirbragð en Sörlamenn það er gott og var gott að vinna með Sörla fólki og Sörlamönnum en auðvitað eru margar ákvarðanir sem við tekið sem ekkert auðveldar en ég held að hafa vonandi flestar allar verið félaginu til heilla. Þú ferð sáttur og glaður? Já, ég fer sáttur og glaður og ég held að skilja góðu búi og ég held að Páll sé einmitt að taka við góðu búi hjá mér núna. Páll Ólafsson, ekki handboltakappið þó? Nei, ekki alveg. En þú ert hestamaður og hafnfirðingur í húð og hár og búin að vera í þessu í 30 ára þegar ekki hér? Já, örugglega sirka það eða aðeins lengur sko. Aðeins lengur, já. Já. Hefurðu tekið þátt í félagsstarfinu svona gegnum tíðina? Já, örlítið. Ég held ég sé búin að starfa samfellt í nefndum hérna og stjórn síðan 1976. Þannig að ég hef aðeins Þá var ég ekki fæddur. Komið að þessu hérna. Þetta var gott ár, 1976, það fættist fallegir með þá. Já. En formaður félags og tekur það þessu árið, þú varst formaður afmælisnefndar, menn voru gríðarlega hamingjussamir með þið þar. Já, takk. Mikil svona, hafa bara tekið og klappa á klárt. Nákvæmlega. Hvað er fyrsta jobb? Já, fyrsta jobb er náttúrulega að kalla bara saman stjórnarfund og athuga hvernig stjórnin er stemmd. Það er nú orðið nokkur ár síðan ég var í stjórn hérna og það er svo sem að ýmsu að taka. Það er hægt að gera ýmislegt hérna á vallarsvæðinu, laga húsið og vinna bara félagsmálum Sörla almennt sko. Hefðbundin dagskrá við vetur svona einhverju leyti og svona kannski eitthvað nýtt inn sem kemur? Já, sjálfsögðu sko. Og Palli náttúrulega líka að taka við, það er mikil vinna í gangi varðandi deiliskipulag og uppbyggingu hérna á félagssvæðinu og það er stórt og mikið verkefni sem þarf að vinna áfram. Er ekki fyrsta verkefni, ég myndi segja að ég var að taka við sem formaður, er það ekki að halda partí með nýja framkvæmdastjórann? Já, nú bara, ég vil að valla á hann ennþá. En það fyrir að koma að því? Það fyrir að koma að því. Já, þið þetta að starfa saman í vetur? Já, ég bara vona að það gangi bara mjög vel og ég er mjög sáttur við að það skildi hafa verið ráðinn hérna rekstrarstjóri og rekstrarstjóri gerir það nánast kleift að ég geti tekið þetta að mér. Og þú ert náttúrulega í annarri vinnu eins og þetta er náttúrulega sjálfboðastarf. Já, nákvæmlega. Og þú átt nógu peningu, segir þér? Alveg skýt. Það er gott, velkomin til starfa og takk fyrir þín störf. Takk fyrir. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.